Trump heitir því að dráp ICE-liða á manni í Minneapolis verði rannsakað í þaula. Íslendingur sem býr í borginni segir fólk bíða milli vonar og ótta að aðgerðum ICE ljúki. Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri íhugaði að taka ekki sæti á lista Samfylkingarinnar í Reykjavík eftir tap í oddvitakjöri. Hún segist ekkert hafa heyrt frá flokksforystunni. Jöklar landsins hafa misst óvenjumikinn massa undanfarin misseri. Hofsjökull hefur aðeins einu sinni áður rýrnað meira en í fyrra. Mestu munar óvenju hlý sumur og hlýindakafla yfir veturinn. Ritstjóri á Grænlandi segir landa sína ekki verða rólega fyrr en þeir viti hvað felist í samkomulagi við Trump Bandaríkjaforseta. Sífellt fleiri Danir nota app til að sniðganga bandarískar vörur. Strákarnir okkar náðu aðeins jafntefli gegn Svisslendingum á Evrópumótinu í dag og framhaldið tvísýnt. Meirihluti þjóðarinnar satt stjarfur yfir leiknum og það reyndi á hjá mörgum. Mig langar að fara að gráta. Komið þið sæl. Borgarstjóri Minneapolis tilkynnti eftir samtal við Bandaríkjaforseta síðdegis að ótilgreindur fjöldi alríkislögreglufulltrúa yfirgefi borgina. Tom Homan, sem kallaður hefur verið landamæra keisarinn, kominn til Minneapolis og fundar í kvöld með borgarstjóranum og ríkisstjóra Minnesota. Trump kallaði heimavarnaráðherra Bandaríkjanna til sín í gærkvöld en hún hafði gengið hvað harðast fram við að verja gjörðir ICE. Trump sendi sveitirnar til borgarinnar í desember en síðan hafa yfir 3000 verið handtekin og 2 skotnir til bana. Trump var spurður í dag hvort það væri verjandi að ICE-liðar hafi skotið mann í Minneapolis á laugardag. You know, we're doing a big investigation. I want to see the investigation. I'm going to be watching over it. I want a very honorable and honest investigation. I have to see it myself. Íslendingur sem býr í Minneapolis segir fólk vona að ástandinu fari að linna en að óvissan sé mikil. Ég tók mjög greinilega eftir því í gær að andrúmsloftið var þannig að fólk var frekar að spurja: heldurðu að ICE að fara? Heldurðu að þeir eigi eftir að fara? Þess að linna? Þetta var svona meira, fannst mér þannig andrúmsloft, þar sem að fólk allar kannski að bíða og sjá hvað gerist. En það er svona óvissa, ég myndi lýsa það frekar þannig. Von en óvissa. Björgvin hefur búið árum saman í Bandaríkjunum og hefur orðið var við sundrungu í samfélaginu að undanförnu. Þá hef ég séð vinskap brotna í þessari svona menningulegu sundrungu sem í gangi hérna núna. Viðskiptafélagar geta ekki talað saman því að þeir sjá hlutina frá sikkoru sjónarhorninu. Nágrannar tala ekki við ykkur aðra, skilnaðir, hjónaskilnaðir og fleira. Og þú veist, þetta hefur allt gerst núna í náumhverfinu mínu, fólk sem ég þekki vel. Mótmæli hafa verið gegn harðræði fulltrúa ICE í borginni síðustu vikur og þangað hefur Björgvin mætt. Hann segist geta leyft sér það en að hann fari varlega. En það því miður ekki þannig fyrir svo marga. Og þannig að maður mætir á þetta, þetta sögulegi viðburðir, þetta svona, finnst mann eins og Berlín kannski 1936 og það svona margt af þessu sem að maður sér hérna, bara sagan lifandi hérna núna, þetta sögulegir atburðir og maður veit ekki hvað að fara að gerast, þetta bara lognið fyrir storminn í rauninni. Á tímum sundrungar hefur samheldnin vaxið og fólk hjálpast að. Til dæmis hafa nágrannar Björgvins beðið hann að fylgja sér á pósthús. Fólk í hverfinu sem hefur ekki farið út úr dyrum í 2 mánuði, kemst ekki vinnuna og fleira. Og fólk sem þarf lyfin sín, þannig að þú veist, ég og aðrir erum að skuttlast svona fyrir fólk bara til að hjálpa til eins og hægt En í rauninni góðmennskan þannig að maður kemst ekki einu svona að til að hjálpa. Það svo mikið af því sem í gangi núna og mikið það í fréttunum hérna, þannig að þetta breiðist út mjög hratt. Og hingað heim, Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri verður í öðru sæti á lista Samfylkingarinnar í Reykjavík fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar. Hún segist ekki finna fyrir höfnun eftir tap í oddvitakjöri.
Heiða tilkynnti ákvörðun sín á Facebook síðu sinni í dag eftir að hún lauti lægra haldi fyrir Pétri Marteinsinni í oddvitaslagnum í prófkjöri Samfylkingarinnar í Reykjavík á laugardaginn sagðist hún íhuga stöðu sína og hvort hún þæði annað sætið. Ég hef bara verið í þessu og þannig það mín niðurstaða að þetta sé það sem best. En þú sagðir að eftir úrslitin lágu fyrir þá myndirðu íhuga stöðina. Íhugaðirðu á einhverju tímapunkti að taka ekki sæti á lista? Já, sjálfsög. Ég bauð mig fram í fyrsta sæti og ég sagði allan tíman að ég myndi skoða það ef ég fengi ekki það sæti. En annars sæti ekki slæmt og ég ákvað að taka það. Þetta eru afgerandi úrslit. Pétur Marteinsson fékk næstum því tvöfalt fleiri atkvæði en þú. Tekur þessu sem skýrum skilaboðum höfnun eða það sem þú og þessi 5 flokka meirihluti hefur staðið fyrir fólk sé reynilega hafna því? Nei, reyndi ekki. Ég finn ekki fyrir neinni höfnun. Hvernig heldur að samstarf ykkar Péturs verði? Bara örugglega fínt. Ég þekki hann ekki en við höfum verið að kynnast aðeins í gegnum þessa kosningabaráttu og það hefur bara gengið vel. Þú hefur sagt í viðtölum eftir þessa niðurstöðu að þér sem reyndri konu hafi ekki verið treyst. Telur að Samfylkingin hugi ekki nægilega vel að jafnrétti kynjanna? Ég hef ekki dvelt því sérstaklega fyrir mér. Ég var bara að lýsa því að ég reynd kona og mér var ekki treyst fyrir þessu hlutverki. Já, að mínum mati styrkir þetta verulega stöðu flokksins að koma út úr svona sterku og virku prófkjöri og Pétur Marteinsson búinn að fá startumboð til að leiða breytingar í vor. Finnst þú að fá kaldar kveðjur frá flokksforystinu? Ég hef ekki fengið hérna kveðjur frá flokksforystunni en ég hef fengið blómandi og mikið af kveðjum og þau bara ráða sínum kveðjum sjálf. Ritstjóri á Grænlandi segir landa sína enn óttast að Bandaríkin innlimi landið. Ekkert hafi verið gefið upp hvað felist í samkomulagi framkvæmdastjóra NATO og Trumps. Den grønlandske befolkning har jo været under et kæmpe pres i lang tid med en frygt for, at deres land og deres hverdag bliver overtaget eller annekteret. Og derfor så sidder de jo tilbage med en frygt for, at der stadig er en risiko. Og derfor vil de jo egentlig meget gerne vide, hvad står der i den her rammeaftale. Eftir að Trump, Bandaríkjaforseti, hafði hótað í nokkur tíma að innlima Grænland, lækkaði spennustigið aðeins í síðustu viku. Þá sagði Trump að Bandaríkin myndu ekki beita hervaldi og að hann og Mark Rutte, framkvæmdastjóri NATO, hefðu lagt grunn að framtíðarsamkomulagi Grænland og allt norðurheimskautið. En hefur þó ekki verið tilkynnt opinberlega hvað felst í þessu samkomulagi. Grænlendingum því mörgum enn órótt. Oplysning grundstenen i et demokrati, og derfor så tror jeg, at det først når vi ved, hvad der ligger på bordet, at vi sådan rigtig kan føle os trygge. Danir hafa líka áhyggjur af ásælni Bandaríkjanna í Grænland. Nýtt app sem hjálpar neytendum að sniðganga bandarískar vörur nýtur mikilla vinsælda. 2 rúmlega 20 vinir þróuðu appið sem það 4. vinsælasta í App Store i Danmörku sem stendur. Det sådan Mars bar. Det er en rigtig supervillain. Jeg tror helt sikkert, det er et værktøj, der kan hjælpe med at skabe lidt mere klarhed og finde nogle af de lidt skjulte amerikanske varer, der gemmer sig i indkøbskurvene rundt omkring. Jeg er jo opvokset på Grønland. Jeg er gift med en grønlandsk kvinde. Så et eller andet sted, så fylder det jo rigtig meget. Som i rigtig meget. Og den er jo så som i rigtig meget amerikansk. Men jeg skal have den. Jeg har fået den. Min kone siger, at jeg skal købe den i dag. Massatap íslenskra jökla frá október 2024 til október 2025 nam rúmum 15 milljörðum tonna. Þetta kemur fram í nýrri samantekt jöklasérfræðinga. Þetta eru 15 milljón rúmmetrar af ís sem hafa horfið að vatnsgildi samt sem áður. En það þýðir í rauninni að jöklarnir voru að þynnast að meðaltali 1-2 metra á þessu síðasta ári. Vatnajökull stærstur og rýrnaði mest tæplega 11 milljarða tonna. Rýrnun Langjökuls og Hofsjökuls nam samanlagt tæplega 3 milljörðum tonna. Það skýrist að mestu leyti á óvenju hlýju sumri og hlýindaköflum að hausti og vetri. Gögnin benda til þess að jöklarnir séu farin að tapa massa hraðar eða svipuðum hraða og þeir gerðu aldamótin. Þetta óvanlega mikið og ef þetta sett í samhengi þá þetta annað mesta tap á Hofsjökuls, 4. mesta tap á Vatnajökuls, en Langjökull stóð sig betur, sennilega vegna þess að
veðurfar á Vesturlandi var bara öðruvísi. Sérfræðingar Veðurstofunnar halda utanum þessar myndir af jöklum í aldanna rás og munurinn leynir sér ekki. Hlýindi á síðasta ári höfðu óneitanlega áhrif á jöklana en það þýðir líka að það hefur verið ófært fyrir Finn og fleiri sem sjá að mæla þá. Við fórum ekki á þessu ári fyrir í desember á Vatnajökul til mælinga en vanalega hefur miðað við að fara í vetrarbyrjun sem að þýðir bara rétt eftir mánaðamótin september-október. Að standa ennþá út af meira sér mælipunkta bæði á Langjökli og Vatnajökli sem við þurfum að fara í fljótlega. Gögnin benda jafnframt til þess að tímabil hægara taps sem ríkti árin 2012 til 20 sé lokið og jöklarnir rýrni nú aftur jafn hratt og þeir gerðu á tímabilinu 95 til 2011. Á því tímabili var sjór við landið óvenjulega hlýr. En þannig að þetta hefur svolítið svona zigzag munstur, tapað miklu sumár en litlu önnur. En núna virðist vera komið tímabil aftur þar sem að hlýsjór meiri við landið og þar af leiðandi eigum við von á að þetta verði viðvarandi einhver næstu árin. Yfir 1500 manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín í bænum Nesjemi á ítölsku eyjunni Sikiley eftir að klettur hrundi á sunnudagskvöld. Íbúðarhús eru við brúnina sem myndaðist þegar jarðvegurinn gaf sig á 4 kílómetra löngum kafla. Ekki vitað til þess að slys hafi orðið á fólki. Hús og bílar skemmdust, úrhellisrigning hefur verið á þessum slóðum síðustu daga. Hrunið hefur haldið áfram og yfirvöld fylgjast grannt með þróun mála. Stamattina la frana è aumentata, nel senso è peggiorata, la parete tagliata di frana verticale che era circa 15-20 metri è aumentata fino a 50 metri lineari, quindi abbiamo delle case che oggi poggiano su una parete verticale fatta di sabbia peraltro poco consistente di circa 50 metri, quindi c'è il rischio forte di crolli e pertanto la fascia di rispetto da questa parete è stata aumentata da 100 metri a 150. Ferðaþjónustan hefur haft jákvæð áhrif á samfélagið í Mýrdalshreppi, segir sveitarstjórinn. Hvergi á Íslandi hlutfall erlendra ríkisborgara hærra en í Vík í Mýrdal, en meirihluti íbúa þar af erlendum uppruna. Hlutfall íbúa af erlendum uppruna á Íslandi 20%. Í Mýrdalshreppi hlutfallið 67%. Ferðaþjónustan heilsárs atvinnugrein hjá okkur og hefur algjörlega gjörbreytt rekstrarskilyrðum ferðaþjónustu fyrirtækja. Þau geta boðið fólki fasta vinnu. Nú til dæmis meir en helmingur barna sem við erum að innrita á leikskóla hjá okkur, þau eru með fjölmenningalegan bakgrunn. Reynisfjara einn fjölmennasti áfangastaður erlendra ferðamanna undanfarin ár með hátt í 500.000 gesta á ári. Yeah, everyone stops here and Vík is super popular. Og þess sjást augljós merki í bænum. Þar geta ökumenn til dæmis farið á bensínstöðina til að fylla upp. Í Víkurskála open og þá hægt að fara þangað og fá sér Icelandic hotdog. Við erum í svolítið ensku hagkerfi í ferðaþjónustunni, þannig að fyrir fólk sem flyst hingað og að vinna í bara ferðaþjónustu þá eru kannski dagsdagleg tækifæri til þess að þjálfa íslensku ekki alveg fyrir hendi. Is it difficult to learn Icelandic? Oh, I would say yes. Very. Would you say that Icelandic people are welcoming to foreigners, to people who come here to live here and work here? Yeah. I didn't have any bad experience, so yes. Það ótvírætt fleiri kostir við þetta. Ég man vel hvernig þetta var þegar ég var að alast upp. Þá voru tækifæri fyrir ungt fólk eins og mig og aðra sem hafa náð að byggja hérna fyrirtæki, þau voru bara ekki mörg. Lífsskilyrði hérna eru og fara bara sífellt batnandi. Þessu fylgja þó ákveðnar áskoranir líka. Og þetta hefur verið áskorun í leikskólanum. Við erum ekki ennþá farin að sjá þetta kannski raungerast svona með fullum þunga inn í grunnskólan. Við höfum sett fókusinn mjög þarna. Það að reyna að tryggja þessum börnum góða íslenska málarun strax á leikskóla. Þannig að þegar við, sveitafélagið, erum að útskrifa þessi börn úr grunnskóla þá viljum við tryggja þeim jafnrétti til náms. Að þau standi jafnfætis öðrum börnum. Þarna þarf fókusin hjá okkur að vera til framtíðar, þannig að við bökum okkur ekki vandræði eftir 15-20 ár.
Framkvæmdir við nýja þjóðarhöll hefjast í fyrsta lagi í vor en útboðsferli á lokametrunum. 4 ár eru síðan viljayfirlýsing framkvæmdina var undirrituð. Fyrir 3 árum var tilkynnt að þjóðarhöllin ætti að rísa fyrir lok árs 2025 en þá var áætlaður kostnaður 15 milljarðar. Gera má ráð fyrir að hann hafi aukist en ekki fullljóst hvernig kostnaður skiptist milli ríkis og borgar. Félag var stofnað fyrir 2 árum en 55% þess í eigu ríkisins og 45% í eigu Reykjavíkurborgar. Mennta- og barnamálaráðherra vonast til að þjóðarhöllin rísi sem fyrst. Það bara gengur allt samkvæmt áætlun þar og við hlökkum bara til. Ég ætla að vona að ég geti bara fengið af í hana, segja það satt. Búið að fjármagna höllu? Já, og gert ráð fyrir því strax. Það var strax farið að hefjast handa við undirbúning á öllu þessu formlega inn í öllu þessu verkferlum sem að þurfa að eiga sér stað bara eftir að við myndum þessa ríkisstjórn. Þetta var eitt af okkar samkomulagi við stjórnarmyndunarborðið að við myndum reisa hér glæsilega þjóðarhöll. Útboðsferli í gangi, hvenær sérðu fyrir skóflustungu? Ég get ekki svaraði að svo stöddu bara því fyrr, því betra. En það þýðir ekkit að draga lappirnar þegar við erum með eitt besta lið í heimi og við erum bara að verða stoltasta þjóð ever eins og stundum að strákarnir okkar hafa gefið okkur tilefni til, þannig að áfram Ísland. Þorkell Gunnar, Inga sagði áfram Sæland, hún rétt áðan, þetta tókst ekki á strákunum í dag. Við náðum bara jafntefli á móti Sviss. Já, þetta var bara lélegur leikur á liðinu í dag og sem eru náttúrulega mikil vonbrigði. Þetta er hann frábæra leik á móti Svíþjóð sem bara eitthvað besta frammistaða sem maður hefur séð frá liðinu í nokkur ár. Þannig að þetta jafntefli 38-38 gefur okkur vissulega eitt stig en þýðir að við þurfum að treysta á önnur lið. En nú stutt síðan leik Króata og Slóvena lauk. Hvaða áhrif hafa þau úrslit? Króatar unnu 29-25, þannig að þá eru Króatar komnir á toppin í okkar riðli með 6 stig. Við erum síðan með 5 og síðan hafa Svíar og Slóvenar 4 stig. Svíar að fara að spila núna við Ungverja og ef Svíar vinna þann leik að þá það nú orðið mjög erfitt fyrir okkur. Við þurfum eiginlega bara að treysta á Ungverja núna. Annaðhvort að Ungverja vinni að gera jafntefli við Svía á eftir að því að þá myndi duga okkur að vinna Slóvena á morgun. Ef hins vegar Svíar vinna á eftir að þá þurfum við samt að treysta á Ungverja þá á morgun að þeir vinni Króata. Og við þurfum hvort alltaf að vinna Slóvena, þannig að þetta er ekki okkar höndum lengur. Eina sem við getum gert að vinna Slóvena og svo þurfum við að treysta á önnur úrslit sem aldrei gott en vissulega möguleiki. En hvernig metur líkurnar á því að Ungverjar vinni í kvöld? Ég held að það sé ólíklegt að Svíar fara að tapa 2 leikjum í röð á heimavelli. Ég held að þessi brjálaðir eftir síðasta leik en það er alltaf möguleiki. Það er engin leikur unnin að tapa þau fyrirfram. Nei. Það þótti líka mjög ólíklegt að við myndum vinna Svíana eins og við gerum. Akkurat. Það getur allt gerst í þessum handbolta. Já, en við þurfum að treysta á aðra. Takk fyrir að koma hingað til okkar, Þorkell Gunnar, með þetta. Við ætlum hins vegar hvergi sagt skilið við handboltan. Því stór hluti þjóðarinnar fylgdist með leiknum í dag en aðrir flúðu í sund. Þetta er heimilis íþróttin, sagði mamma Bjarka Más landsliðsmanns sem bæði stolt og lömuð af stressi á meðan leik stendur. Mér bara orðið óglatt, sko. Ég bara orðið það stressi. Það var ekki laust við að taugarnar væru þandar hjá fjölskyldu Bjarka Más Elíssonar. Blóðið manns getur svona lamast og eins og hann gaman og maður er stoltur af þeim og þetta mikla tilfinningar og það sem gerir þetta svo skemmtilegt, sko. Það er spenna. Já, hérna, sko, við erum með treyjuskap hérna. Hvernig svona spennustig? Það er hátt. Ég held að því við eigum að taka þennan leik, sko, og svo típist taka hann ekki og vinna svo á morgun. En það er Ég er bara að segja þegar hann spyr inn á ef að klúðra, þá hann fann inn í herbyggju, lokar og læsir og öskrar, gargar. Nei, ekki gargar. Jú, það bara þannig. Svona gægist og svona þegar ég var leikinn, sko, hvort það sé góð, eitthvað. Púlsinn? Herru, góð spurning. Hann 96. Hann hækkar þegar leikurinn byrjar. Já, herru, góði! Já, elliði minn! Þannig að, já, þetta er heimilisíþróttin. En það var ekki bara á heimili Bjarka Más þar sem púlsinn hækkaði á meðan leiknum stóð. Miðað við óformlega könnun fréttastofu komst lítið annað að hjá þjóðinni. Bara smá stressið, sko. Samt ekkert mjög. Nei. Yfir klippingunni eða leiknum? Bæðið bara. Er einhver traffík? Núna? Það er bara mest að fyrra. Ég held að það er ekki kjaftur á ferðinni. Þannig að þeir náðu ekkert að fylgjast með? Já, svona með öðru. Aðrir nýttu tækifærið og nutu innverunar. Ég kannski ekki alveg nógu mikið sportidiót til þess að
fylgja þessu svona eftir. Ég heyrði þetta í hádegisfréttunum af leiknum en svo bara fannst mér þetta nauðsynlegra. Og eru færri en venjulega á þessum tíma í sundi? Já, miklu færri. Ég taldi 3 í allri lauginni, öllu svæðinu þegar ég labbaði út í pottinn. Líklega hefðu einhverjir frekar viljað vera í sundi síðustu mínútur leiksins. Koma, strákar, þetta er sugur að dreppast. Þetta bara svekkelsi. Mann kippt niður á jörðina bara, búm. Mig langar að fara að gráta. Það leikur á morgun? Það leikur á morgun, þannig að vonandi verður þessi vinnur hinn og hinn vinnur hinn og þannig að við vinnum á morgun og komumst áfram. Og enn meiri handbolti því í Síðuskóla á Akureyri sátu allir stjarfir við landsleikinn. Krakkarnir hafa tröllatrú á landsliðinu. Það var gert hlé á miðri handboltaæfingu krakka í 7. og 8. flokki hjá Þóri í íþróttahúsinu í Síðuskóla í dag. Svo ungir stuðningsmenn mistu ekki af því að fylgjast með strákunum sínum keppa. Ertu búin að fylgjast með síðustu leikjum? Já. Hvernig finnst þér búin að spila? Mjög vel. Og ef þú ættir að giska núna, hvaða sæti heldur við lendum í? Ég ætti ná undanúrslitum. Hvað er svona besta við að horfa á Ísland keppa í handbolta? Bara hvernig ég gerir þetta og bara læra á þau. Ungir álitsgjafar segja margt hafa verið sérstaklega flott hjá liðinu í síðustu leikjum. Fiska bolta, skora, góð vörn. Er ekki dálítið stemming að horfa á þetta svona með vinum sínum hérna? Jú. Nú eru þetta bara þjóðin öll að bilast yfir EM. Finnið þið einhvern svona aukin áhuga hjá krökkunum á handboltanum? Já, það bætist alltaf aðeins í, sérstaklega í janúar þegar EM í gangi, sko. Það er bara mjög gaman. Það er mitt frídagur í janúar. Bara ég hvet fleiri að koma að æfa. Það er mjög gaman að æfa handbolta. Frístundaheimilið og félagsstarf barna á miðstigi var líka undirlagt af boltanum og þar var stemmingin engu minni. Hvernig líður þér? Verður ekkert stressaður eða spenntur? Jú, stundum verð ég alveg stressaður. Ert þú búin að vera að fylgjast með handboltanum? Já. Hvernig finnst þér Ísland vera að standa sig? Vel. Það mátti svo heyra saumnál detta og þéttsetin í kennarastofunni þar sem starfsfólki leist ekki nógu vel á markatöluna. Brúnin léttist svo þegar boltinn fór loks í netið rétt áður en flautað var til hálfleiks. Krakkarnir eru á einu máli að Ísland fari langt á mótinu. Fyrsta. Heldurðu þið vinni þetta? Fyrsta sæti. Heldurðu þið vinni mótið? Já. Og skilaboðin til strákana eru þessi. Bara, eru þið góðir? Í handbolta? Bara halda áfram að vera góðir? Já. Allir að hugsa handboltan en Bergsteinn, hvað ætlið þið að bjóða upp á Kastljósi kvöldsins? Það er ekki handboltið, það verður lögur og aftur lögur. Það er komin drög að frumvarpi lagareldi í samráðsgátt. Það verður gerðar yfir 900 umsagnir og andstæðingar opin sjókvíaeldis. Þeir óttast meðal annars að það sé verið að festa kerfi í sessi með kvótasetningu og þeir gagnrýna að það ekki að taka fast á slysasleppingu og tíum líku. Við ætlum að ræða við Hönnu Katrínu atvinnuvegaráðherra hvernig frumvarpum lagareldi á að laga eldið. Svo ætlum við að fara austur á Egilsstaði en þar er einmitt verið að fjalla Lagarfljót og áhrif Kárahnjúkavirkjunar á lit lögsins. Takk fyrir það Bergsteinn, við missum mikið á Kastljósi kvöldsins. Við ætlum eins og að líta núna til veðurs. Austlægar áttir verða ríkjandi hjá okkur áfram eins og undanfarið, hvassviðrið eða stormur syðst en annars víða strekkingur eða allhvassvindur. Skúrir eða él fyrir austan en bjart vestan til landinu. Hiti verður víða að 7 stigum og það verður hlýjast syðst. En við förum nánar yfir veðurhorfur að loknum íþróttum. Örlög Íslands á Evrópumótinu í handbolta eru ekki lengur aðeins í höndum Íslands. Íslenska liðið þarf að treysta á hagstæð úrslit úr öðrum leikjum til að komast í undanúrslit. Keppendur Íslands á vetrarólympíuleikunum sem hefjast á Ítalíu í lok næstu viku hefur verið opinberaður. Ísland mun eiga 2 keppendur í skíðagöngu og 2 í alpagreinum. Skíðakonan Hólmfríður Dóra Friðgeirsdóttir var efst íslenskra kvenna á stigalistanum en mun þó ekki keppa á leikunum. Hún segist svegt með ákvörðun skíðasambandsins. Íþróttir hér eftir fréttir. Og áður en við kveðjum ykkur ætlum við að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Trump heitir því að dráp ICE liða á manni í Minneapolis verði rannsakað í þaula. Íslendingur sem býr í borginni segir fólk bíða milli vonar og ótta að aðgerðum ICE ljúki.
Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri íhugaði að taka ekki sæti á lista Samfylkingarinnar í Reykjavík eftir tap í oddvitakjöri. Hún segist ekkert hafa heyrt frá flokksforystunni. Jöklar landsins hafa mist óvenju mikinn massa undanfarin misseri. Hofsjökull hefur aðeins einu sinni áður rýrnað meira en í fyrra. Mestu munar óvenju hlý sumur og hlýindakafla yfir veturinn. Ritstjóri á Grænlandi segir landa sína ekki verða rólega fyrir þeir viti hvað felist í samkomulagi við Trump Bandaríkjaforseta. Sífellt fleiri Danir nota app til að sniðganga bandarískar vörur. Strákarnir okkar náðu aðeins í jafntefli gegn Svisslendingum á Evrópumótinu í dag og framhaldið tvísýnt. Meirihluti þjóðarinnar satt stjarfur yfir leiknum. Þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum, veðri og svo Kastljós. Næstu fréttir í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má eins og alltaf finna inn á RÚV.is. Svo má alltaf senda okkur ábendingar á fréttir hjá RÚV.is. En við á fréttastofunni ætlum að þakka ykkur samfylgdina þessum afir þessum degi. Ætlum að segja þetta gott að sinni. Verið sæl. Á RÚV í kvöld. Baráttan gegn streitu. Sænskur heimildaþáttur streitu og kulnun, þar sem leitast við að svara því hvers vegna sífellt fleiri glíma við einkenni kulnunar og hvað hægt að gera til að koma í veg fyrir langvinna streitu. Fyrst á vettvang, The Responder. Önnur þáttaröð breskra þátta lögregluþjóninn Chris sem tekur á glæpum og ofbeldi á götum Liverpoolborgar og berst á sama tíma við djöfla í einkalífinu. Stoltenberg, stríðsástand. Norsk heimildaþáttaröð síðasta ár Jens Stoltenbergs í starfi framkvæmdastjóra NATO. Stoltenberg reynir að veita Úkraínu liðsinni í stríðinu gegn Rússlandi og á sama tíma eykst óttinn stríð í Evrópu. Einn X-Trail. Fyrir Ísland. Lengja. Nú boltinn hjá þér. Pantaðu EM-tilboðið í appinu eða á netinu. Dominos. Stóra fasteignakynning Nóus Habitat á Grand Hotel helgina.